Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum. Nú ætlum við að sjá innslag sem hún Ásthildur Ómarsdóttir gerði en hún hitti Einar Mikael töframann ásamt flottum krökkum. Gjörðu þið svo vel. Nú Einar Mikael kominn til mín. Sæll og blessaður. Sæl. Þú ert komin með töfraskólann með þér. Já. Það búið að vera brjálað að gera í honum. Já, við vorum núna með töfraskólann í Rosenborg. Ég hef verið svona ferðast landið með töfraskólann. Það var mjög skemmtilegt vikullangt námskeið núna og það var endaði með sýningu fyrir foreldra og vini. Svo mjög skemmtilegt og síðan vorum við að gera svona smá spilakastala sem svolítið nýtt sem við erum að byrja með núna, sko. Já, eins og sjáum hér. Já. Æðislegt. Og hvað framhaldið? Framhaldið bara að ferðast svolítið meira Ísland og leyfa fleirum að kynnast þessu og opna svolítið töfraheiminn fyrir krakkana, bæta aðgengi þeirra að læra grunninn, því að þetta svo skemmtilegur heimur fyrir þau að kynnast þessu. Einmitt. Töfra heiminum. Já. Og þú ætlar einmitt að segja mér eitthvað. Já, hérna er ég með Sonic-hringinn, ef þú hefur séð Super Sonic, það er broggölturinn sem er í tölvuleikjunum, en nú er nýlega búin að vera bíómynd. Ég ætla að leyfa að skoða hringinn hérna fyrir mig. Er eitthvað gat á honum, er eitthvað samsketti, er hann ekki bara... Bara í miðjunni? Já, bara í miðjunni, bara í miðjunni. Já, nei, hann bara lukkar... Hann lukkar vel, svo ef við setjum nefnilega, ég er að setja hérna borðan hérna ofan í, sem við setjum hann hérna ofan í og ég ætla að fá þig til að halda í endana fyrir mig, þannig að ég geti ómögulega náð honum af. Nei, ég held fast. Þú heldur fast. Tilbúin? Já. Gerum þetta svona. Getur gert það aftur? Ég skal gera þetta aftur. Og það eru flestir sem biðja mig mitt það, því að þetta er svona, maður trúir sér ekki alveg, ekki í fyrsta. Svo ég setja aftur hérna inn, eins og ég gerðum áðan, og nú ætla ég að halda nú sést hann vel hérna, hann sé komin hérna á. En við ætlum að gera þetta meira spennandi með því að ef við setjum hann þannig að ég ætla að taka hann öðruvísi af núna. Ég ætla að taka hann svona miðinni og síðan ætla ég að setja hann á aftur. 1, 2, 3. What? Ha? Ok. Þetta, ok. Áhugavert. Já, og það er nefnilega sumir halda nefnilega, það sem ég geri, sumir halda að ég renna honum svona inn í hendina og setja hann svona laumulega á fingurinn á mér á þess að þú takir eftir því, en ef ég gerir svona, þá hverfur hann á fingurinn þinn. Nei. Ég var ekki búin að vita nú. Það var einum og gott. En ég er með auka, alltaf með einn auka. En til þess að gera þetta ennþá ómögulegra, eða svona ótrúlegra, ef ekki segja það frekar, að hérna eru endarnir og hérna er hringurinn og ég ætla að biðja að geturðu toga aðeins í hringinn fyrir mig. Flott, þú finnir hann vel fastur á. Ég ætla að gera alveg eins og áðan, ég ætla að leyfa þér að halda í endana svona, þannig að ég get ekkert komið nálægt honum. Ég ætla að taka hann svona af, tilbúin. Já. Og horfin. Ha? Nei, ok. Komin hingað. Oh my, já, ok. Og hvenær krakkarnir í töfraskólanum þetta? Ja, þetta er aðeins fyrir lengra komna, þetta er svona atriði sem ég gerir sjálfur. En ég ætla nefnilega að leyfa ykkur að sjá krakkan í töfraskólanum, sjá hvað þeir eru duglega og flott og svona, svo að ég kanna hvort við getum ekki boðið tveimur stelpum hérna úr skólanum. Svo ef við fáum Dögun og Ninju til að koma hingað, við kannski færum okkur að lítið hérna, svo þær hafi pláss, komið hérna. Og það er alltaf að sýna ykkur töfra bara með teygjum, svo að við getum undirbúið teyjarnastelpur og við ætlum að gera svona smá sjónkörningu með teyjunum, lyfta aðeins höndunum aðeins herra, flott, flott, og búið til, búum til kóngulóarvef. Wow. Þetta er ekkert smá flott. Já, þetta er kóngulóarvef með tveimur teyjum, svona tvílita. Nú ætlum við að prófa að gera teninginn eða demantið, þetta er nefnilega ótrúlegustu hluti sem er hægt að gera bara með svona venjulegum heimilislutum og þessar teygjur eru æðislegar. Svo, þú gerur svo vel. Vá. Þetta er ekkert smá flott, vá! Já, séð. Það er bara komin í demant. Hæði. Flott, og næsta þá ætlar hún Ninja að gera fyrir okkur svona þannig að hún hoppi svolítið teyjan. Eða birtist á öðrum stað. Prófum það. Þannig erum við eina teygju. Setur hún það. Já. Wow! Sástu þetta? Ekkert smá flott. Þetta var æðislegt. Og núna ætlar hún Dögun að taka næsta atriði hjá okkur. Þetta er svona, við erum að fylgjast vel með litnum á X-inu sem er þannig í miðjunni. Ok. Svo þetta eru tvei litir, grænn og fjólublár, en við ætlum að leyfa henni að sýna okkur svolítið hvað gerist svona í framhaldinu. Já, þarna erum við komið með X í miðjunni. Og hvernig litur hún X-inu? Sérðu litinn? Já, hann er grænn, syns þér? Hann er grænn. En hvað gerist svo, Dögun? Erðu þið? Fjólublár? Já. Býtu,
Bíddu nú. Heyrðu nú mig, vá. Þetta er ekki smá flott. Já, glæsilegt stelpur, þið stóðu okkur rosalega vel. Nú megið þið standa aðeins til hliðar. Næstur á svið er hann Albert. Albert, gjörðu svo vel, vinur. Og hann er með smá bandaatriði fyrir okkur. Ok. Já, og geturðu alltaf höndunum aðeins þar. Frábært. Og hvað gerist núna, Albert? Sýndu okkur núna hvað gerist. 3 misstór bönd, lítið, miðlungs og risa. Bíddu nú. Hvað er að gerast? Þeir eru jafn stór. Ha? 1, 2, 3. Frábært, Albert. Takk, Albert mín. Þetta er smá flott. Já. Það er nú ýmislegt greinilega sem þau kunna hérna. Ég ætti kannski að fá að kíkja til þín. Já, þú kíkir bara. Kennið þið nokkuð góð partytricks. Alveg sjálfsagt. Er það ekki? Jú. Takk alveg fyrir að sýna okkur þetta. Já, minnstamál. Og það er eitthvað meira í haust, er það ekki? Jú, það er Töfraskólinn heldur áfram í haust og það er hægt að fylgjast með svo Einar Mikael Töframár á Facebook. Það er hægt að fylgjast með á hvaða ferðalagi við erum og síðan einmitt að já, við sitjum með fleiri upplýsingar þar en þetta er svona eins og ég segja og hérna Eldey, stelpan sem er hérna, hún gerði þennan glæsilega spilakastala sem er hérna fyrir aftan mig og Íva, þær eru spilakastala meistararnir svo þær voru að undirbúa þetta fyrir okkur sko. Ég sé það. Svo þetta er partur af því. Við förum í leiki og lærum töfrabrögð og snýstum líka svona, gefa þeim svona auki sjálfstraust og styrkja mannleg samskipti og svona líka bara leyfa þeim að gera svona ótrúlega hluti. Akkurat, frábært það sem þú ert að gera og bara takk kærlega fyrir þetta.